Nú á ég bara eftir að klæða hérna niðan á, þar að segja á vinstri vænginn hérna, og ég ætla að klæða neðri vænginn fyrir ykkur. Nú, ég var búinn að klippa til appelsínugula filmuna sem að hér á að koma, og hún kemur hér. Ég sýnist ég þurfi að taka beint strik hérna. Svona. Svo ætla ég að byrja hérna og það má enda einhvers staðar hér við miðjan vænginn. Svona. Þá get ég klippt þetta. Og þá er komið stykkið sem á að vera hér. Og við getum bara festa niður. Ég læt rifið hérna ráða því hvernig þetta situr. Og það sem maður gerir er maður festir eitt punkt hérna, strekkir aðeins til, festir annan punkt hér og reynir síðan að festa alla þessa hlið. Síðan getur maður farið hérna og togað til og fest. Það er það sem maður gerir, maður togar og festir. Nú er ég að reyna að koma vængnum hérna, filminu hérna á, þannig að það sé litlar sem engar krumpur í henni. Og þá ger ég það með því að toga aðeins í hana og síðan festa hana niður. Nú er hún föst eiginlega allan hringinn, sem er gott, og þá getum við byrjað að ganga frá. Taka hérna í þetta strax. Hérna. Ég var búinn að setja filmu hérna í. Þannig að nú festi ég hana bara hérna niður, svona. Síðan toga ég filmuna yfir afturbrúnina og festi hana niður. Nú get ég notað afturbrúnina hérna til þess að stýra hnífnum. Ég legg hann bara þvert á og renn honum eftir afturbrúninni og sker filmuna frá. Og síðan
geng ég frá, þannig að hún standi ekki upp fyrir. Svona. Það sama ger ég hér við frambrúnina, að ég toga í og festi niður, og nú læt ég straujarnir stoppa þegar það er komið 90 gráður á frambrúnina, vegna þess að ég ætla ekki að láta filmuna fara lengra. Svona. Nú er hún föst hérna í nokkurn veginn beinni línu og þá get ég aftur lagt blaðið að og dregið svona, og þá fæ ég beina línu. Nú er eftir að strekkja filmuna hérna, en ég ætla ekki að gera það fyrr en ég er búinn að klæða allan vænginn, bæði ofan og neðan. Nú vantar okkur smá bút hér og hann kemur úr þessu sama. Við þurfum í rauninni einn bút hérna sem kemur ofan á og síðan restina hér. Þannig að við getum klippt þetta frá, svona, geymum þennan og notum þennan. Aftur læt ég rifið ráða hér, festi hornið hérna megin, toga aðeins hingað og festi niður, og nú get ég fest filmuna niður á milli þessara tveggja punkta. Nú kemur dálítið öðruvísi fyrir, það er að segja við þurfum að fara hérna upp á vængendan, en ég ætla að byrja því að festa niður á þessa brún hér og bíða með vængendan aðeins. Þannig að ég toga hér og festi bara hér á þennan kant og hér og hér. Nú get ég fest aftur eins og ég gerði áðan, punktað hérna niður og síðan rennt á alla afturbrúnina og frambrúnina, þannig að nú er þetta fast og hér er þetta fast. Þá komum við að dálítiðum eiginleika sem að filman hefur, og það er að hún getur teygst. Ef maður hítar hana smávegis og togar í hana leið, þá tognar á henni. Þannig að nú toga ég hérna, til að fergja hérna aðeins niður á meðan, þægilega. Ef ég toga hérna og híta með straujárninu, þá næ ég að toga filmuna fyrir hornið hérna. Og ég get haldið því áfram hér. Nú ætla ég að toga meira hérna og leggja hana alveg niður á vængendan. Þá fæ ég þetta alveg beint og engin samskeyti. Bara toga nú, híta og festa niður.
aftur hér, hérna er horn og ég ætla ekki að klippa upp í það, ég ætla að teygja filmuna niður fyrir hornið. Þá hita ég og toga í einu. Færi straujarnið, toga og hita. Þá leggst filman fyrir hornið hérna og nú get ég haldið áfram með hana hér. Nú ger ég aðeins meira vegna þess að ég ætla að toga filmuna upp á vængendan. Það þarf ekki að fara mjög langt, en ef ég toga og hita hana, þá ætti ég að geta fengið filmuna slétta og fína upp á vængendan. Svo braut ég rifið hérna, en ég bara legg það aftur á sinn stað og set sekundulím á það. Svona. Smá kaffi. Nú er filman slétt og fín hérna uppi á vængendanum. Þannig að nú get ég tekið blaðið og ég ætla að stinga því hérna megin frá, leggja það á vængendan og fylgja honum hingað framfyrir og svona. Nú geng ég frá þessum parti, svo kemur filman ofan á, kemur hérna og leggst yfir þetta. Nú get ég gengið frá hér, frambrúninni og afturbrúninni, nákvæmlega eins og ég gerði áðan. Svona, nú er filman, appelsínugula filman, komin hér undir og nú vantar okkur bara eitt bút, hvítan, sem kemur hér. Við getum fengið hann hér úr þessu efni og ég ætla að láta hann passa frá þessu rifi, utan á þetta rif og innan á þetta rif hérna og utan á þetta rif hér. Þannig að ég þarf að byrja á því að fá beina línu hérna og þá get ég nota strikin á skurðarmottunni. Hvað gerði ég nú? Þarna nú.
Og ég mæli bara hvað þetta þarf að vera. Þetta þarf að vera 13,5. Þannig að þá mæli ég hérna 13,5. Nú passar þessi bútur akkurat hér á þar sem ég vil hafa hann. Festi niður hornið hér, toga og festi niður þetta horn og nú get ég togað örlítið, þarf ekki mikið, 1-2 hornin og fest þau niður og þá er búturinn kominn á krumpulaus. Þá renni ég bara straujarninu eftir þessu, festi þessa svona. Nú get ég passað að samskeytin séu alveg föst. Hérna á vísu eftir að koma svartur renningur. Og síðan er það afturbrúnin. Og frambrúnin. Aftur velti ég straujarnir bara þangað til það er 90 gráður á. Svona. Og nú get ég skorið þetta akkurat. Ganga frá brúninni. Svona. Nú ætla ég að klæða hann hinum megin og þá sjáum við þegar ég strekki þetta. Nú hækka ég hitann á straujarninu örlítið, ekki rosalega mikið, bara smá, til þess að strekkja. En ég passa mig að fara ekki á samskeytin hérna. Loftið í vængnum þarf að fara eitthvað og ég losa mig við það með því að gera lítið gat hérna í miðjuna. Nú ætti það að geta farið og vængurinn þarf ekki að tútna út.
Það síðasta sem við ætlum að gera er að taka svona ræmu sem ég er búin að skera niður. Þetta er sjálfljómandi filma. Hún er 1 cm á breidd og ég ætla að líma þetta hérna á samskeytin.